Herri, jæja, þá ætlum við að kíkja á verkefnin í Excel. Byrjum hérna á verkefni 12. Þetta er sérst verkefni 12 og 13 sem ég ætla að gera núna. Hérna er kennslu myndband sem þið getur kíkt á, en þið getur svo líka bara horta á þetta kennslu myndband. En sem sagt, við ætlum núna að nota skipun sem heitir SUMIF. SUM þýðir náttúrulega að leggja saman, if þýðir ef. Og hérna erum við með yfirlit yfir eyðslu einstaklings. Þannig hérna er þetta að kaupa frá Amazon fyrir 6.500, þú ert að kaupa þriðdagstilboð Dominos, hérna er ég fór Smárabíói og svo framvegis. Hérna kemur Amazon aftur og Subway aftur og Subway síðan aftur hérna. Það sem við viljum gera, við viljum að Excel leggi saman að komi staði hversu mikið eyddi á eyddi á Subway yfir þetta tímabil. Þannig að tölvan ætlar að fara í þennan lista, leita að orðinu Subway og ætla síðan að taka þá töluna hliðin á því. Það er að segja að það verður þá þessi hérna tala og þessi hérna tala og myndi síðan leggja þær saman og skila því hérna. Þannig að hérna ætti að koma tæpar 1400 krónur. Og þessi skipun virkar þannig, við byrjum alltaf á samasemmerki, síðan kemur SUMIF og við gefum, þetta er allt í einu orði, við gerum opnasauga og þá kemur hérna poppar upp hérna gluggi fyrir neðan sem segir okkur hvað á að koma fram í þessari aðgerð hérna eða þessari skipun. Og fyrsta lagi er hérna eitthvað sem heitir range og það er bara listin sem við ætlum að leita í og það er þessi hérna, ég ætla að leita í þessum hérna lista. Og þið sjá hérna eftir range kemur semikoma og passi ykkur því hjá sum ykkar gæti staðið komma. En að því ég er með semikomu þá bara ger ég semikomu og þá næst er criteria, það er að segja hvað ætla ég að leita að og ég ætla að leita að þessu hérna, leita að orðinu Subway. Ok, síðan ger ég aftur semikomu og þá kemur hérna sum range, það er hvað það er að leggja saman og ég ætla að leggja saman tölunar í þessum hérna lista þar sem Subway kemur fyrir. Ok, síðan bara lokasvega og enter og sjáu þetta stemmir hérna. Nú, það er freistandi að draga hana lista niður en það mun ekki skila réttir niðurstöðu af því að þið sjáu að ef maður dregur þetta niður og ef við tvísmelli hérna á neðsta reitinn og sjáu hvað er að gerast hérna. Þessi hérna listi, listi hérna, þessi reitir eru komnir okkar flakk og er ekki réttum stað. Þannig að sem við þurfum að gera, við þurfum að fara hérna og við þurfum að festa þennan bláa reit hérna og þennan fjólubláa og það gerðum við með dollaramerkinu. Þannig ég ætla að fara hérna í fyrir framan hérna 6, fyrir framan 16, fyrir framan 6 hérna og fyrir framan 16 hérna. Passa ykkur, ég ætla ekki að festa þennan rauða af því ég vil að þessi rauði kassi hérna, hann hoppi hérna niður þegar ég dregi þessu skipu niður. Prófum aftur, dregi þetta niður, tvísmella neðsta og þá sjáum við að hún er að leita í réttu lista. Þetta er bara sýnindæmi sem er hérna inni og þið hafið til hliðsjónar. Hérna kemur síðan verkefni ykkar. Þannig að hérna er að nota SUMIF og það sem við erum að gera hérna. Þannig að hérna eru strákar og stelpur að greiða fyrir eitthvað ákveðið gjald og við ætlum af einhverju skrýtinni ástæðu að komast að hvað eru strákarnir að borga mikið pening og hvað eru stelpurnar að borga mikið pening. Þannig að við ætlum að leita í þessu lista að þessu hérna orði og viljum að hún skili tölunum þar sem KK kemur fyrir og KK. Þannig að maður gerir SUMIF, ég ætla að leita í þessu lista, ég gerir semikomu, ég ætla að leita þessu hérna, ég gerir semikomu og ég ætla að skila þessu hérna tilbaka. Og þá er hún búin að leggja saman alls þar sem KK kemur fyrir. Ég ætla síðan eins og áður að fara hérna og festa bláa reitinn og festa fjólubláa reitinn. Ég ætla ekki að festa rauða. Þá get ég dreigið það niður og þá er jafnan perfekt fyrir KFK. Nú, þessi hérna síðasti partur en aðeins flóknari. Þess að þið eru hérna þrjú í ykkur ferðalagi, Jón, Kristín og Stefán og þið eru að fara í þetta ferðalag og þið þurfa að kaupa hérna grill og pulsur, hamborgar og alls konar dótari og Jón fer hérna og Jón fer hérna og kaupir auðvitað grillið fyrir 1400 kall
Kristinn kaupir pulsur fyrir einhvern pening og Stefán kaupir þetta og eitt. Við ætlum hérna að reikna bara samtals. Hvað eyddu þau samtals í ferðina? Þá getum við gert bara sum, bara hérna sum, við ætlum bara að leggja saman. Gerum eftir hérna. Þannig að þessi ferð kostaði 17.000 krónur. Nei, ég veit þetta var eitthvað skrítið. Sum, ég held ég að glimt neðsta reiknum. Já. Þannig að, ok. Ferðin kostaði 27.000, þannig að ef þau skipta kostaðan í jafnt á milli sín, að þá ætti hver og einn að borga 9 skall. Því að 9 sinni 3 er 27.000. Við ætlum að reikna hérna út. Við ætlum að taka hérna þessi upphæð. Gerum bara deilt með 3. Og þá sjáum við hérna, já, hver og einn ætti að borga 9.000. Hérna síðan, í þannig reit, þá ætla ég að reikna og taka saman hvað eyddi Jón eiginlega miklu peningi fyrir ferðalag, hvað eyddi Kristi miklu peningi og hvað eyddi Stefán miklu peningi. Ok, þannig að þá núna notum við sumið. Þannig að ég ætla að leita í þessu lista af þessum nöfnum. Ég gerir semikomu. Ég ætla að leita að þessu hérna nafni, Jón. Ég gerir semikomu og ég ætla að hún skili mig tilbaka þessum hérna tölum, það sem Jón kemur fyrir. Og þá sé ég hérna, ok, Jón eyddi samtals 12 skalli. Og ég þarf eins og áður setja hérna dollaramerkið til þess að þetta festist. Þannig að þá getur ég dreita niður og þá sé ég hvað hver og einn eyddi miklu. Stefán var ekki að eyða mikið í þetta. Þannig að núna þurfum við að reikna út hvað skuldar hver og einn. Þannig að Jón, hann ætti að borga 9 skall en hann borgaði raun og verið 12 skall. Þannig að það er eitthvað sem skuldar honum. Og þannig að við gerum gert hérna, þetta er það sem hann átti að borga mínus það sem hann eyddi. Þá sjáum við hérna mínus 3.000. Það þýðir eitthvað skuldar honum 3.000 krónur. Núna vil ég draga þess að skipu niður hérna, nema þá kemur eitthvað skrítið og þau sjáu hérna bláu reiturinn er farin á flakk. Þannig að ég ætla að fara aftur hérna reit og ég ætla að festa hérna bláa reit. Það setjum dollaramerki fyrir fram að 15 og núna get ég þá dreita niður og þá sé ég, ok, Stefán hann skuldar 6.600, Kristín á inni 3.600. Þetta er verkefni 12. Verkefni 13, þetta er eiginlega verkefni sem eða gagnagrunnu sem nemendur í FMÚS gerðu fyrir ákveðið lokaverkefni og þeir eru mitt báðum hjálp sína við að gera nákvæmlega sem þeir að fara að gera. Þannig að hérna er eitthvað sýndæmi, alltaf lagi, við ætlum bara að fara strax inn í verkefnið og hérna er þessi skoðanagrunn sem þeir gerðu. Þannig að þeir voru að spyrja fólk hvort þeir væri karl eða kvenkyns og þeir skráðu niður á hvað aldurspili manneskja var og þeir skráðu niður hversu mikið af mjólk þeir keyptu vikulega fyrir það heimili og síðan var spurningin er þeir annt umhverfið. Og það sem við þurfum að gera með svona skoðanakannir með þennan gagnagrunn og er líka gert með margar skoðanakannir er það er búið til kökuritt til að sýna nána svona skiptinguna hver er aldurspilið og hver eru skoðanir fólks og svo framvegis. Þannig að við erum hérna að fara að nota skipið sem heitir countive. Við erum ekki að nota summi, við erum ekki að leggja neitt sama, við erum bara að telja. Þannig að sem ég vil gera hérna, ég vil fara hérna lista, hérna langa lista og ég vil að Excel telji hversu oft stendur kvenkyn og hversu oft stendur karlkyn. Þannig að ég fer þá hérna reit, ég gerir sama sem, gerir count if og þá hérna kemur bara þegar ég gerir opnarsviða þá segir hún biður range og það er þá hvað ætla ég að leita í, hvaða lista ætla ég að leita í og ég ætla að leita í þessi listan, ég ljóma hann allan upp og hann er svolítið langur já, ok, hann er svolítið langur þannig að þeir voru duglegir að spyrja fólk hérna síðan ger ég semikomu og ég ætla að skrolla hérna eftir upp og það sem ég vil nota sem kriteríu að það er orðið kvenkyn það er orðið sem var hérna í þessi reit og þetta er reitur G2 ég get ekki smellt á hana því að jafnan er hérna fyrir en ég ætla bara að skrifa G2 og þá sé ég að voru 422 kvenmenn og aftur ég þarf núna að festa listan sem ég er að leita í hann á ekki að hreyfast dreigja niður og þá fá ég hversu margir kallins voru spurðir
Síðan gerði ég nákvæmlega sama fyrir hérna lista og þennan lista, alveg sama nema þá voru þið að nota þetta hérna sem, nei fyrir ekki, þá erum við að nota þetta hérna sem range og síðan erum við að nota þetta hérna sem range. En til þess að gera kökuritið, það er einfalt, við ljómum þetta upp, förum í insert þegar við gert þetta áður og getum gert hérna to chart og getum spurt hérna, kalla þetta kynjaskipting í skoðanakönnun, eitthvað svona. Þannig að þá er ég búinn að gera láta Excel telja hérna og búinn að búið til kökurit og því gerir bara sama með þetta hérna, notið countif, við nota dollaramerkið, hendið í eina köku og síðan gerir það aftur hérna.